Ferðaþjónustan á Mjóeyri lítið fjölskyldufyrirtæki í eigu hjónanna Sævars Guðjónssonar og Berglindar Steinu Ingvarsdóttur. Eins og nafnið gefur til kynna þau að finna á Mjóeyrinni, aðeins 300 metra utan við þéttbýlið á Eskifirði, þar sem falleg rauð sumarhús og gistiheimili standa í friðsælu umhverfi við sjávarsíðuna. Hér bæði hægt að dvelja löngum stundum og njóta útsýnisins, eða nýta sér fjölbreytt framboð á afþreyingu sem breytist í takti við árstíðirnar. Og við erum hér með skíðaferðir á veturnar, bæði svona fyrir skinnara sem skinna upp á fjöllin og skíða niður. Hér þetta frábært skíðasvæði bak við okkur og skíðasvæði í Oddsskarði. Og það svona fram í maí sem við erum að þessu, frá febrúar til maí eitthvað svoleiðis. Þá að koma hér hópar í alls konar óvissuferðir og söguferðir út í námu og Helgustaðanámu og víðar. Og svo eru gönguferðir í júní og júlí. Og svo maður náttúrulega hreindýralesur alveg 2 mánuði frá miðju júlí og fram í miðjan september cirka. Og svo hafa að koma hér rjúpnamenn í nóvember. Þannig að þetta svo sem fara að teygja sig svona einhver starfsemi allt árið. En við höfum verið með opið allt árið alveg frá því að við opnuðum Mjóeyri 2004. Þannig að þarna tengingin við náttúruna, hún spilar mjög stóran þátt í því að vita hvað hendar á hvaða árstíma. Já, algjörlega. Og ég meina við búum og lifum í náttúrunni og þá nýtir maður hana. Við ákváðum það eiginlega bara strax upp að við ætlum ekki að fara að finna upp hjólið. Þetta allt hérna og ég veiðimaður og leiðsögumaður og þetta var í raun og veru bara vannýtt og ennþann dag í dag vannýtt auðlind. Austurlandið bara, það algjörlega geggjað og það endalaust þetta að fara hér nýja leiðir og þó ég sé labbandi hér alla dag í fjöllunum þá ég alltaf að sjá eitthvað nýtt og ég alltaf að fara leið eða koma einhvers staðar þar sem ég ekki komið áður. Ég held að þetta sé að vera hér alveg lífstíð á þess að verða nokkuð leiður á því. En þínir gestir, þeir þurfa oft ekkert endilega að fara eitthvað langt upp í fjöll til þess að komast í þessa tengingu við náttúruna. Hún bara til staðar hér. Já, eins og ég segi, við búum þetta bara í náttúrunni og erum hluti af henni. Eins og ég stundu sagt að það var hérna maður hollendingur sem hann labbaði nú bara hérna rétt yfir veginn og var þar í 6 klukkutíma að skoða 1 fermetra. Það var mikill plöntuáhugamaður og hann sagðist aldrei hafa séð jafn margar plöntur á eins litlu svæði og nú samt ekkert kannski mikið að plöntu hér með við annars staðar á Austurlandi. En þetta dugði honum og menn þurfa ekkert að vera klífa fjöll til þess að komast út í náttúruna. Í raun og veru nóg að sitja hér bara á svölunum og horfa út fjörðinn, þá ertu bara einn með náttúrunni. Ekki ótrúlega margir bara margt inni þegar kemur að því að skoða Ísland og jafnvel niður í þennan litla fermeter, erum við allt of lítið dugleg við þetta? Já, við höfum verið það núna í mörg ár sérstaklega. Það voru þetta svona fyrir tímum menn sem ferðuðust bara Ísland og mikið og alla daga að ferðast á Íslandi og voru víða búin að koma en samt kláruðu þeir kannski aldrei að skoða það allt saman. Því að Ísland hefur náttúrulega upp á svo óbóðslega margt að bjóða og Austurland þar með líka og í raun og veru kannski allt. Bæði dýralíf og plöntulíf og sögur og jarðfræði, þetta allt til staðar og því miður hafa Íslendingar verið þar núna undanfarin ár og kannski ekkert ástæðulausu. Það hefur verið ódýrara til dæmis að ferðast til útlanda heldur en frá Reykjavík eða suðvesturhorninu til Austurlands. Og þegar þú ert að velja það, þá kannski bara ferðu frekar til London. En ég held að núna eigi menn eftir að opnast augu manna fyrir því hvað Ísland æðislegt land. Við þurfum ekkert að vera hissa á því að allir þessi gestir vilja koma til okkar. Því að þetta það endalaust og það svo fjölbreytt. Það alltaf koma óvart. Veðrið aldrei sama heilan dag og allt þetta. Þannig að það sem að Ísland frábært fyrir mér. Þegar kemur að þessu svæði hérna, eitthvað sem má alls ekki láta framhjá sig fara? Já, það bara svo margt. En hérna nákvæmlega þetta Helgustaðanáman, Silfurbergsnáma hérna fyrir utan sem stórmerkileg í heimssögulegu tilliti. Náman kannski ekkert svakaleg en þarna 90 metra djúpur hellir sem sérstaklega fyrir krakka mjög spennandi að fara inn í þannig að menn þurfa að hafa með sér gott ljós. En svo þetta hér alveg bara endalaust, það Stuðlagil og það mjög gaman að labba hér út á Valahjalla þar sem þýsk herflugvél, brak úr henni, æðislegt svæði, Gerpisvæði allt saman, víkurnar á Austurland, þetta bara endalaust. Stóra örðin sem verður reyndar ekki hægt að fara í trúlega fyrir einhvern veginn í lok júlí, byrjun ágúst, út á snjó bara.
Þannig að það eru, fjörurnar eru alveg óbúslega fallegar og líparítmyndanir allt. Þetta er alveg fullt af fallegum stöðum á Austurlandi. Við þurfum að nefna eins og Helgustaðanámuna og alla staði að sjálfsögðu. Þú sem leiðsögumaður hlýtur að tala við þitt fólk að bera virðingu fyrir öllum þessum náttúruperlum því að annars verða það náttúrulega ekki til staðar. Já, algjörlega. Og það er nú kannski dálítið sniðugt frá því að segja að ég held að hafi nú kannski frekar verið útlendingar sem kendu mann að bera virðingu fyrir þessu. Það er einhvern veginn bara vanur þessu og hefur labbað hér allt og haga sér auðvitað bara eins og maður gerði þegar maður var að alast upp. En svo kannski voru það útlendingarnir sem fóru að segja manni hvað það var merkilegt og þá fór maður að átta sig betur á því. Ég held að ég get alveg sagt það með sanni þegar maður fór að ferðast með Breta hér fyrir 25 árum síðan að þeir kendu manni einhvern veginn að meta landi sitt miklu betur en maður gerði sjálfur áður. En ef við tölum aðeins gistinguna hérna Mjóeyri, hvað getur þú hýst marga hér? Já, marga. Þetta eru 10 sumarhús og 4 herbergi og þetta fer náttúrulega auðvitað eftir hvernig hópar eru samsettir og við erum aðalega að hugsa svona fjölskyldugistingu. Hvert hús passar fyrir hjón með 2-3 börn eða 5 einstaklinga og þannig að þetta eru þá svona 50-60 manns sem við getum hýst með góðu móti en svo auðvitað eins og þessi minni hús hérna bakvið það eru fín fyrir hjón. Þetta miðar allt við það, taka áhöfn að einum hérna bíl, venjulegum fólksbíl. Og þið búið hérna líka og að taka á móti fólkinu, þetta lítur að ógrynna fólki sem að þið kynnist í þessu starfi? Já, það er alveg óbústlegu fjöldi og við reynum þó að auðvitað sé það erfitt kannski á álagspunktum en þá reynum við alltaf að hafa þetta mjög persónulega þjónustu. Hér kom allir og hitt okkur og við sýnum þeim húsið og heita pottinn og það sem við höfum upp á að bjóða hérna. Og þá auðvitað oftar en ekki fyrir fólk að spyrja okkur hvað sé hérna í nágrenninu og þannig að á einhverjum tímapunkti allan að hafa allir sem koma hér aðgang að okkur með einum eða öðrum hætti.